Kom þú að lífga og lýsa upp, vekja og styrkja, endurnýja kirkju þína og helga Krist sem konung í hjörtum allra manna. Dýrð sé þér eilífi Guð, Faðir og Sonur og heilagur andi, aldir alda. Amen. Komið sæl og blessuð og gleðilega páska. Verið öll hjartanlega velkomin á guðsþjónustu hjá okkur í aðventkirkjunni við Ingólfsstræti í dag. Bæði þið sem sitið hér í salnum og líka þið sem hlustið á í útvarpinu. Áður en við hefjum stundina vil ég stuttlega kynna starfsemi kirkjunnar hér í Ingólfsstræti. Hér eru athafnir alla laugardaga, biblíurannsókn klukkan 11 til klukkan 12 á íslensku, ensku og úkraínsku og fræðsla fyrir börn og guðsþjónusta klukkan 12 til 1, þýdd á ensku með eftirfylgjandi máltíð. Bænastund er á þriðjudögum klukkan 12 til 1 og súpustofa á þriðjudögum klukkan 6 til 8 sem býður upp á heita máltíð og félagsskap fyrir hvert sem er. Þá er nytjamarkaðurinn allt mögulegt, opinn á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 2 til 4. Allir eru hjartanlega velkominir á þessa viðburði. Ritningartextinn er tekinn úr fyrra Kórinthubréfi, 15. kapítula, 1. til og með 8. vers. Ég minni yður bræður á fagnaðarerindi það sem ég boðaði yður, sem þér og veittu viðtöku og þér einnig standi stöðugir í. Fyrir það verði þér og hólpnir ef þér haldi fast við orðið fagnaðarerindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrirsynju trúna tekið. Því það kenndi ég yður fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum og að hann birtist Kefasi, síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu, sem flestir eru á lífi allt til þessa, en nokkri eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímaburði. Amen. Amen.
Jæja, einhverjir krakkar hérna sem langar að heyra sögu? Æðislegt, þið megið koma hérna og setjast hér ef þið vilja vera svolítið nær. Gerið þið svo vel. Jæja, krakkar. Flott. Margir krakkar, æðislegt að sjá ykkur. Ég heiti Helga Magnea og ég ætla að segja ykkur sögu. Eins og mörg ykkar vita að þá rekur kirkjan okkar skóla, lítinn grunnskóla sem að heiti Suðurhlíðarskóli og skólinn í Fossvoginum í Reykjavík og við erum með morgunbæn á hverju morgni í skólanum okkar og þá segjum við stundum svona sögur sem með boðskap eins og ég ætla að segja ykkur í dag. Einu sinni var maður. Maðurinn var að labba á ströndinni og það voru hellar, svona litlir hellar þarna hjá sjávarströndinni. Og hann fór inn í hellana að kíkja og hvað fann hann? Hann fann poka inn í einum hellinum. Hann fann strigapoka. Ég með poka hérna sem úr tau, úr efni, eins og hann fann poka úr striga. Bíddu nú við, hugsaði með sér, hvað poki að gera hérna í hellinu? Látum okkur sjá. Það var bara svona einhverjar þurrar leirkúlur ofan í pokanum. Þetta skrítið, en hann var forvitinn og tók pokan með sér. Svo var hann að ganga meðfram ströndinni og hann hugsaði, hann tekur eina svona leirkúlu og bara hendir henni út í sjóinn. Og svo tekur hann aðra leirkúlu og bara hendir henni svona. Og fleiri og hendir þeim. Þangað til, sjáðu, hvað gerist? Hann ætlar að henda einni og hann missir hana niður í gólfið. Á ströndina, á stein. Boing. Og hún fer í sundur, leirkúlan. Og hvað var inni í leirkúlunni? Gimsteinn. Það var fjársjóður. Bíddu nú við. Var fjársjóður inni í henni? Svo hann flýtti sér að athuga. Bíddu, getur þetta verið? Og hann opnar, hann brýtur upp aðra leirkúlu og hvað var inni? Líka fjársjóður. Þessi þurra ljóta leirkúla var með fjársjóð innan í sér og nú hugsaði hann, bíddu, þetta andvirði margra peninga og ég búin að henda 20-30 kúlum út í sjó. En þessar hérna eru eftir. Bíddu nú við. En ástæðan fyrir því að ég vildi segja þessa sögu hérna í dag sú að stundum erum við, mannfólkið, svolítið svona líka. Við horfum á hvert annað eða jafnvel okkur sjálf og sjáum bara það sem utan á. Og við sjáum ekki fjársjóðin sem innan í. En Guð, hann sér fjársjóðin í hjartanu. Hann horfir ekki bara á það sem utan á. Og við getum beðið Guð að hjálpa okkur að sjá ekki bara það sem utan á, heldur hvaða fjársjóður Því margir eru einmana og margir þurfa á því að halda að við sjáum fjársjóðin í þeim. Eins og Jesú gerði þegar hann var á jörðinni. Hann talaði við marga sem að aðri vildi ekki endilega tala við af því þau sá ekki fjársjóðin. En þannig sér Jesú líka fjársjóðin í hjartanu mínu og þínu og þínu. Af því að hann elskar okkur svo mikið og hann elskar okkur án skilyrða.
Og það stendur í Biblíunni, í Gamla testamentinu, fyrri Samúelsbók, kafla 16 og vers 7. Guð lítur ekki á það sem maðurinn lítur á. Maðurinn sér hið ytra, en Drottinn horfir á hjartað. Ég var að reyna að muna það. Takk fyrir. Guðspjall dagsins tekið úr Lúkasi, 24. kapítula, 1. til og með 9. vers. En í afturelding 1. vikunar komu þær til grafarinnar með ilsmislin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni. Og þegar þær stigu inn, fundu þær ekki líkama Drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu, en þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar. En þeir sögðu við þær: Hví leitið þið hins lifanda með að dauðra? Hann ekki hér, hann upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur en rísa upp á 3. degi. Og þær minntust orða hans, snéru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim 11 og öllum hinum. Við skulum lúta höfði í bæn. Já, himneski Faðir, lofaðu sért þú á himinhæðum fyrir undursamlegan kærleika þinn sem þú hefur auðsýnt okkur og að þú gafst son þinn að í dauðan okkar vegna, Drottinn. Þess minnumst við nú sérstaklega að hann reis upp á 3. degi og sigraði dauðan. Við lofum þig fyrir þetta undursamlega kraftaverk. Við byggjum þess að þú blessir þessa stund hér í húsi þínu, leggjum okkur í þína hönd hér, við leggjum líka þjóðina okkar í þína hönd og byggjum þess að ráðamenn þjóðarinnar öðlist visku fyrir anda þinn til þess að leiða og til þess að stýra. Við byggjum líka fyrir heimsmálunum á viðsjárverðum tímum, Drottinn, og leggjum þau mál öll í þína hönd og byggjum nærveru þína og blessun og líkn og hjálp frá þér. Kom þú, Drottinn, þess byggjum við sérstaklega og leggjum allt fyrir þig, byggjum þess í Jesú blessaða nafni. Amen.
Góðan dag, góðir áheyrendur, nær og fjær. Það var óvænt ánægja að sjá hver væri að syngja einsöng hér í dag. Því að við kenndum saman fyrir nokkrum áratugum suður í Sandgerði. Ég kenndi henni ekki söng en við vorum bæði að kenna í skólanum hérna í Sandgerði. En gott fólk, gleðilegt vor, gleðilega páska. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum orti Jónas Hallgrímsson og maður spyr sig, vorið kannski besti tími árs með mildi og fyrirheit sumar og sól? Ekki páskaboðskapurinn með sín fyrirheit undursamlegur, vorboði, þjóð sem hefur haldið páska í yfir 1000 ár? Líf okkar skiptist í ýmis skeið, kafla. Við höfum árstíðir, hátíðir, vertíðir, aldurskeið, íþróttatímabil og vorið sjálft skiptist líka í kafla, í andstæður. Og páskar fjalla mestu andstæður lífsins, dauðan og lífið eilífa. Og ár og dagar líða, fólk fæðist, þroskast, eldist og deyr. Ein mesta undrunin að finna hve lífið líður hratt, það ekki? Jafnaldrar mínir eru allir orðnir hálfáttræðir og enginn sleppur við neikvæðar hliðar lífsins. Við upplifum gleðistundir en líka vonbrigði, missi, sorg. Lærisveinar og aðrir fylgjendur Krists á einni viku upplifðu sigurgöngu pálmasunnudagsins, samveru næstu daga, skírdagsins, örvæntingu og áfall föstudagsins langa og svo kraftaverka undur upprisunar á sunnudeginum. Geysilegar sveiflur. Líf okkar flestra þannig skín og skúrir, gleði og sorg. Og tímarnir í dag eru nokkuð sérstakir. Pólitíkin erlendis og heima með ólíkindum, það ekki? Og ófriður og stríð á hverjum degi í fréttum. Og það vill svo til að á þessum degi 1246 þá átti sér stað mannskæðasti bardagi Íslands sögunar, Hauganesfundur. En þar féllu 100 Íslendingar. Ófriður. Og svo ofbeldi. Ofbeldi í friðsumum löndum tiltölulega orðið mikið áhyggjuefni og slíkt virðist vera að aukast. Ungt fólk, jafnvel börn, eru að drepa. Andleg vanlíðan margra mikil, viðurkennd og rædd í dag. Mörgum ungum sem öldnum líður bara mjög illa. Óhamingja ríkir, fjöldi sjálfsvíga. Andleg líðan stórmál í vestrænurum löndum og það ræðst illa við. Mikil óhamingja ríkir þrátt fyrir alla þekkinguna, tæknina og tómstundirnar og yfirborðskenndar skemmtanir. Og við spyrjum hvað veldur. Blikur eru á lofti í stóru og smáu. Og þrátt fyrir velmegun og endalausa afþreyingu, fúlgur fjár í mennta- og félags- og heilbrigðismál, þrátt fyrir alls konar regluverk og stofnanir, hópa sérfræðinga, fulltrúa og alls konar stuðning, svo margt í ólagi. Og mér finnst páskar tala inn í þetta líf okkar og samfélag. Inn í gleði, erfiðleika og sorgir. Vorið kveikir líf hjá gróðri og búfénaði. Boðskapur páska boðar líf og von. Páskavikan, föstudagurinn langi, upprisan, líf.
Boðskapur páskana talar til innstu þrár alls sem lifir, það að fá að lifa. Hann talar inn í álög og örlög okkar, gleði, hamingju, áföll og erfiðleika og veitir von. En staða mála, persónulegra mála sem og heimsmála ættu að hvetja okkur til með páskaboðskapinn í huga og hjarta að bregðast við, bæði hversdagslega séð og andlega séð. Og ég vildi í fyrsta lagi hvetja mig og áheyrendur til þess að anda að okkur fersku lofti, vorlofti með fyrirheit, bæði bókstaflega og í yfirfærðri merkingu. Nýtum vitund okkar til að taka skref í rétta átt á öllum sviðum lífsins. Hugsa, plæja, rækta, taka til í lífinu, fara út fyrir kassan, breyta til, efla stað og stund. Með meðvitaðri og markvissri ákvörðun að lifa lífinu lifandi, taka þátt, hitta fólk, lesa, íhuga, biðja. Og eins með hátíðir, jól og páska, fræðumst tilurð þeirra, sækjum kirkju, slíkt veitir tilbreytingu og eflir þroska. Og það fátt eins gefandi og að gera sér dagamun í takti við hátíðir og dagatal. Láta ekki nægja að bara sofa, borða og horfa. Kíkja í Guðspjöllin, kíkja í kirkju, kíkja í passíusálmana. Í öðru lagi sem sagt kynnumst boðskap kristindómsins eilíft líf og páskarnir er tilvalinn tími til þess. Með lestri og kirkjusókn, til dæmis páskana, og hann tengist öllum þeim skiptum sem við förum til kirkju að kveðja einhvern. Orðið paradís, himinn, sumarlandið, öll eru fyllt von, óskhyggju. Kynnumst kjarnanum, verðmætunum. Vart hægt að finna fegurri boðskap en boðskap páskana. Óteljandi fjöldi manns hefur þar fundið sinn frið og von. Nýtum okkur þennan boðskap. Það eru forréttindi að hafa kynnst fólki sem að kveðja þetta líf og páskaboðskapurinn hefur tengst þeim svo að fólki deyr í friði og sátt. Í friði vegna trúar og vonar. Í þriðja lagi, vitnisburður sögunar og einstaklinga mjög sterkur. Mannlega séð var algjörlega útilokað að kristni kæmist á skrið. Smá jaðarhópur ómenntaðs verkafólks, leiðtoginn deyddur eftir aðeins 3 ára farandkennslu, í hersetnu landi miskunnarlaus heimsveldis sem vílaði ekki fyrir sér að rústa óvinum og vandræða fólki. Í hend fóru áratugir og aldir ofsókna á þessum hópi, en hann boðaði, óx og dreifðist og var ódrepandi, þrátt fyrir pyntingar og fjöldamorð. Svona átti engan veginn að geta bara gerst. Alls ekki. Boðskapur þessa litla hóps var í mikilli andstöðu við ríkjandi vald. Kristnir voru hundeltir, pyntaðir og drepnir, en allt kom fyrir ekki. Hreyfingin óx, hreyfing sem boðaði betra líf, eilíft líf, góðan Guð, virðingu fyrir náunganum. Þessi boðskapur breytti viðhorfi til hjónabands, þræla, jafnréttis, framkomu við aðra. Fylgjendum fjölgaði í þúsundir og svo milljónir. Svo komst trúin í tísku og sumir misgóðir þjóðarleiðtogar skreyttu sig með henni. Aðrir tóku hana alvarlega og gerðu sitt til að efla hana og skapa betri heim. Og í dag eru hér 2,3 milljarðar sem telja sig kristna á okkar jörð.
og framfarir hafa orðið miklar á mörgum sviðum vegna kenninga þessa hóps sem taldi örfáa fylgjendur í upphafi. En, gjörðir sumra fylgjenda kristninnar hafa rýrt orðspor hennar. Margir hafa nýtt sér trú til að gera illt. Maðurinn er samur við sig, ófullkominn og breyskur. Sagt er að á númeraplötu á bíl í Bandaríkjunum hafi staðið bænarorðin hlíf okkur við fylgjendum þínum. Save us from your followers. Ég hef séð kristna rústa trúsyskinum sínum, veifandi krossi í annarri hendi og Biblíu í hinni. En fordæmum við knattspyrnu íþróttina vegna fótboltabullna, fordæmum við löggæslu vegna mistækra löggæslumanna, fordæmum við menntun vegna slæmra kennara. Margir þekktir einstaklingar hafa snúist frá vantrú og guðsafneitun til kristinnar trúar. Þeir yfirgáfu tómleika og tilgangsleysi og kynntust Kristi og boðskap hans og sumir eftir að þeir voru búin að ná mjög langt í sinni grein. C.S. Lewis, prófessor og rithöfundur, höfundur Narnia-bókana. Nicky Gumbel, þekktur fyrir alfanámskeiðin, hann var trúlaus áður fyrr. Alistair McGrath, lífefnafræðingur og guðfræðingur. Faye Weldon, rithöfundur og kvenréttindafrömuður. Salvador Dali, Friedrich Nietzsche, Alexander Solzhenitsyn, Johnny Lang, blues- og rocksöngvari, Chai Ling, leiðtogi nemenda í mótmælum á Tiananmen-torgi í Kína 1989. Og William Murray, höfundur og sonur Madeleine Murray O'Hair, sem var einn hatramasti guðsafneitari og guðshatari sögunar. Lee Strobel, fyrrum yfirlýstu guðleysingi, fréttamaður hjá Chicago Tribune, sem blaðamaður kynnti hann sér yfirlýsingarritningana Jesú og það varð honum dýrkeypt því hann snerist og varð kristinn og hefur ritað bækur efni síðan. Bob Dylan og margir aðrir þekktir einstaklingar hafa vitnað trú sína. Albert Einstein, Bono í U2, George Foreman, heimsmeistari í hnefaleikum, sem minnst var daginn í öllum fjölmiðlum, en flestir fjölmiðlar slepptu því að hann var prestur í 45 ár, hvorki meira en minna. Þannig að hann blessaði miklu meira en barði. Dr. John Lennox, írskur starffræðingur með meiru. David Suchet, leikari sem mörgum finnst best hafa túlkað spæjarann Poirot. Fertugt er hann inn á hótelherbyggi vegna vinnu sinnar og af rælni þá opnar hann Gideon Biblíu og hann dettur inn í Rómverjabréfið 8. Og hann las 8. kaflan og algjör uppljómun og umbreyting átti sér stað. Algjör. Móðir Teresa, nunna og friðarverðlaunahafi Nóbels, Corrie ten Boom, fangi í fangabúðu nasista, rithöfundur með meiru. Þannig hefur kristinn boðskapur talað til og hrifið og umbreytt lífi ótölulegs fjöldamanns gegnum aldirnar sem og samtíðarmanna. Rétt skilin og útfærð, þá kristinn trú mesta blessun mannsins. Kristindómurinn skiptir máli þegar hann tekinn alvarlega. Fjöldi manns hefur snúist og bætt líf sitt, öðlast von og tilgang. Kristindómurinn veitir blessun og frið í ólíklegustu málefnum. Hvílík blessun það að geta hvern dag í trú beðið fyrir og falið barnabörnin og foreldrar þeirra í hendur Guði, sérstaklega 1000 kílómetra og mánuðir og ár skilja okkur að. Og boðskapurinn á að hafa og hefur haft áhrif á framkomu okkar,
á að gera það. Við skólabróðir minn frá Vestmannaeyjum kynntumst Norðmanni nokkrum á skóla í Englandi og við íslensku félagarnir, við vorum mikið saman, en þessi Norðmaður, hann var alveg einstaklega leiðilegur við okkur. Og 18-19 ára guttar, þeir kunna ráð við slíku. Talað var að veita honum ráðningu eins og gert á böllum í sjávarbæjum á Íslandi. Ég biðst afsökunar, en við töluðum svona. En eitthvað truflaði þessi áform. Eitthvað hafði haft áhrif á mig þannig að hugmynd, sannfæring spratt upp að ekki að ganga í skrokka á þessum leiðinda Norðmanni, heldur biðja fyrir gaurnum. Biðja fyrir honum. Jæja þá. En ég sló til og viti menn, hugarfar og tilfinningar gagnvart þessum óláns Norðmanni sem kunni ekki góða Íslendinga að meta. Breyttist við þetta og mér fór að vera hlýtt til hans og skildi að sennilega líði honum bara svona illa. Og þú gengur ekki skrokka á þannig fólki. Trúin hemur þegar við leifum henni, hún gefur grið og frið þegar við leifum henni. Kristindómurinn, páskarnir, þeir tala inn í líf okkar, hamingju og álag, fagnaðarstundir, áföll og erfiðleika og veitir von. Og páskavíkan, dymbilvíkan rann sitt skeið. Pálmasunnudagurinn, innreiðin inn í Jerúsalem á ómerkilegu reiðdýri, asna, en Guði tekst ofta að nýta asna og hefur gert það síðan. Skírdagur, þvottadagur, því að Jesús Kristur þvoði fætur lærisveinanna. Þá var siður í þessum heimsluta þegar gestir komu inn í hús, ríkugir á fótum, að þeir fengu fótaþvott sem aðeins þjónar og þrælar sinntu. En hér kemur Kristur á sláandi hátt fylgjendum sínum og okkur á óvart og segir okkur að okkur ber að sinna þörfum annara og þjóna, og hann þvoði fætur lærisveina sinna. Föstudagur langi, Jesús var gripinn og yfirheyrður nóttina, krossfestur, deyddur og grafinn. Hvílíkt áfall fyrir alla fylgjendur. Svo rann hvíldardagurinn upp og Jesús svaf í gröfinni. Páskadagurinn, þá rennur upp einn magnaðasti dagur sögunar og þar voru konur fyrstar til. Hann er upprisinn. Og hvað sem fólki finnst þá sýnir sagan að sannfæring fátæks almúgafólks umbreytti heiminum og hefur áhrif enn í dag. Svona bara á ekki geta gerst. Í flestum okkar er von og eða sannfæring að lífið sé eitthvað meira en 7-10 áratugir þegar best lætur og svo sé allt bara búið. Við sjáum upprisu í náttúrunni út allt á vorin, en hluti af þessu kraftaverki er boðskapurinn eilíft líf, líf eftir þetta líf sem við þráum og sem svo margir líða fyrir að trúa ekki á og vantar því tilgang og von. Og sem margir hugsuður í heimspeki, sögu, bókmennta og vísinda hafa tileinkað sér. Þeim hefur snúist hugur og séð með augum, þrár og trúar eitthvað sem þeir héldu að væri ómögulegt að höndla. Finna þann frið og jafnvægi sem þeir þekktu ekki áður. Mætti okkur takast að tileinka okkur góðar hugmyndir og ráð til að lifa lífinu lifandi og læra að anda fersku lofti, andlegu lofti að okkur, taka okkur taki og breyta lífstakti til hins betra, njóta alls þess fagra og góða sem lífið hefur upp á að bjóða. Þora að prófa trúna, að breyta til, rýna betur í hinstu rök lífsins, færa sér þá gjöf að geta hvílt í trú á Guð og frelsara, hvílt í fullvissu gæsku góðs Guðs og vilja hans til að styðja okkur
á lífsgöngu okkar til að sýna öðrum gæsku og veita okkur eilíft líf. Gleðilega páska, gleðilegt líf í Guðs friði. Amen. Drottinn, þökk sé þér fyrir frelsunar áformið, fyrir eilíft líf, fyrir trú, von og kærleik. Gef okkur náð til að meðtaka gjafir þínar og hvíla í fullvissu upprissu og eilíft líf. Kenn okkur að blessa aðra með viðmóti, orðum og gjörðum. Og við viljum biðja bænina einstöku sem frelsarinn kendi okkur og við segjum öll saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
þá fyrir að koma að lokum hjá okkur. Ég vil þakka öllum sem að tóku hér þátt, þakka fyrir undirleik og barnasögu, predikun, ritningalestur. Ég vil þakka fyrir sönginn og þakka ykkur öllum fyrir að koma og ykkur sem að hlustið í útvarpinu. Já, og gleðilega páska. Skulum þá rísa á fætur og taka blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.
þá útvarpið upptökunni lokið, bara hjartans þakki fyrir að koma og það er bara verið yndislegt að vera með ykkur, margir sem komu hérna í lokin, það er gott að sjá ykkur. Við förum hér inn á eftir og fáum okkur hressingu. Við erum all hjartanlega velkomin að koma hérna inn í hliðarsalinn hjá okkur. Við höfum ekki tekið upp gjafir eins og stundum hefur verið gert hjá okkur hérna, en eins og þið sáuð hérna á skjánum þá er það eitthvað sem við sjáum hérna út í andirina. Ef að einhver vill vera svo rausnalegur að hjálpa okkur fjárhagslega. Hjartans þakkir og Guð blessi ykkur.